Góðan daginn og velkomin í live. Þið hefur örugglega tekið eftir því að ég var að gefa út bók og líf mitt snýst svolítið mikið það þessa dagana. Þannig að ég ætla að benda ykkur á að ef þið viljið næla ykkur í eintak áritað af mér, að þá linkar bæði inn á heimasíðunni hjá jakkafatayoga.is en líka inn á Facebook síðunni. En í dag áherslan á öndun og nánar tiltekið á Ujjayi öndun. Og þetta svona öndun sem að ég nota sjálf mjög mikið, bara eiginlega á hverjum degi. Svona hjálpa mann að ná aðeins tökum á sínum eigin viðbrögðum, sérstaklega í aðstæðum sem maður getur ekki stjórnað. Og fyrir utan það þá færir hún athyglinna alveg inn í líkamann, þannig að það ekki annað hægt en að vera alveg til staðar í núinu. Þannig að fyrsta sem við gerum að við setjum annan lófann fyrir framan heila munnin og við ætlum að ímynda okkur að við höldum á litlum spegli eða gleri í hendinni og við gerum þetta pottet öll þegar við vorum börn og vorum að reyna að anda á gler og búa til móðu. Það akkurat það sem við ætlum að gera núna. Við öndum venjulega að inn nefið og svo út munnin og prófa þetta nokkrum sinnum og ef þið finnið hitann frá önduninni lenda á lófanum þá þið akkurat að gera æfinguna rétt. Þannig að það inn nefið, út munnin. Og þið heyrið líka að kemur pínlítið hljóð í hálsinn og það akkurat þetta hljóð sem við erum að mynda. Þannig að prófið núna að gera nokkrum sinnum inn nefið, út munnin og ef þið heyrið hljóðið, prófið þá að slaka bara á hendinni og halda áfram að gera æfinguna þannig. Næsta skref í æfingunni að loka munnum og halda áfram að búa til hljóðið í hálsinum. Þannig að það inn nefið, út nefið. Hljómar ekkert eins og við séum að gera neitt sérstaklega mikið, en finnið þið ekki samt hvernig öndunin svona hægist. Hún dýpkar og við náum svona betri stjórn á okkar hugsun og okkar líkamlegu viðbrögðum. Þannig að prófum þetta í nokkur skipti í viðbót, inn nefið, bara venjulega, og svo út nefið aftur en búa til hljóðið. Og gerið þetta svona 5 sinnum í viðbót. Og lokatakmark hér að búa til hljóðið í hálsinum, bæði á inn- og útöndun. Og þetta ekkert mjög stór æfing og hljóðið þarf ekkert að vera neitt sérstaklega hátt. Það þarf ekki að vera þannig að það heyrið það allir í kringum hann. Þetta einmitt þannig æfing sem maður getur gert bara svona í rólegheitum sjálfur á þess að maður sé að láta eitthvað vita og maður nær að draga athyglinna alveg inn í líkamann, inn í núið, róa sjálfan sig og ná á stjórn á sínum eigin viðbrögðum. Ég nota þetta mjög mikið í stressandi aðstæðum þar sem maður nær ekki að stjórna þessum ytri aðstæðum. Það eina sem maður getur stjórnað maður sjálfur og manns eigin viðbrögð og þetta frábær æfing til að gránda mann í því svolítið. Ef þið eru með einhverjar spurningar, að þetta svona pínu öðruvísi æfing en venjulega, þá megið þið endilega smella þeim bara núna. Annars bara ef það ekkert, þá bara aftur í næstu viku. Bless, bless.